Sælblessuð. Gaman að sjá svona marga mæta hérna í dag. Já, ég ætla aðalega að fjalla hérna skála sem við rannsökum í Lækjargötunni árið 2015. Hérna á kortinu hérna sjáum við staðsetningu rannsóknarsvæðisins. Þetta náttúrulega bara... Skaplega hljóð. Þetta lágt hljóðið. Þetta ekkert. Ekkert hljóð. En núna? Heyrðu í mér núna? Já. Þetta betra? Ok. Ég reyni. Það lækka mig niður. Hérna sjáum við staðsetningu rannsóknarsvæðisins. Þetta hérna í austanverðri Kvosinni, rétt norðan við Tjörnina. Rannsóknin hófst í apríl 2015 vegna fyrirhugaðra hótelframkvæmda. Við hófum rannsóknina þarna í apríl og í samráði við Minjastofnun Íslands var ákveðið að taka könnunarskurði bæði norðan og sunnanmegin við núverandi bankabyggingu. Og reyndust svo mannvistarleifar vera í þeim öllum. Þá var náttúrulega ákveðið að hefjast handa við að fullgrafa minjarnar og við byrjuðum norðanmegin við bankabygginguna og hófst sú rannsókn 18. maí, en rannsókninni allri lauk svo með hléi 24. nóvember 2015. Hérna sjáum við staðsetningu könnunarskurðana. Þetta eru 6 könnunarskurðir í allt og virkar þetta eða? Hérna er þetta er fyrsti könnunarskurðurinn sem við tókum og þarna þóttust við nú vera búin að finna þessar minjar sem við vissum að væri þarna, sem var lækjakot og voru bara ótrúlega ánægð með okkur. Virkar þetta? Já. Og vorum bara rosalega ánægð, fengum hleðslur og þarna taldum við að við værum komið með þetta með lækjakot sem var reist 1799 og svo fundum við ekkert í þessum skurði og einhverja svona hrundasteina í þessum. Hérna megin komum við niður á steyptan kjallarann og steinhleðslu og svo hleðslu hérna megin líka. En við byrjuðum áherslu á að byrja á þessu svæði og grafa upp lækjakot og ekkert meira en það. En það fór aðeins öðruvísi. Eftir rannsóknarsvæðið við bara skiptum þessu niður í A og B. Þetta er A-svæðið og B-svæðið. Og við komum líka niður á þetta er mannvirki sem við fundum norðanmegin, það er Lækjargöta 10A sem var reist 1837 og svo fundum við minjar lækjakots líka, en þær voru afar sundurleitar og lítið í rauninni eftir af bílinu. En þegar við sáum það, þá tókum við náttúrulega eftir því að það var alveg feiki nóg að mannvist þarna eftir sem við vissum náttúrulega ekkert og við vissum rauninni ekki hvað var í gangi. Sunnan megin bankabygginguna voru þessi hús, Vonarstræti 2 sem brann ásamt Lækjargötu 12A og B og svo bankabyggingunni á sín tíma. Við komum einnig niður á Vogahúsið og svo bakhús og svo var einnig útihús sem var samtíða Vogahúsinu. Húsin kallast Steinhúsið sem var bak við Lækjargötu 12A og B, smíðað á geymsluhúsnæði og svo gamli Tjarnarbakki. Ég ætla ekki að fjalla frekar þessar byggingar, heldur að fara yfir í þetta gamla. En áður en ég fer alveg í skálann, þá fundust minjar sem voru undir Lækjarkoti og yfir skálanum. Þetta voru rauninni afar... Er betra að ég tala þetta eða? Þá bara hlýðum að ferðinni. Þetta er í rauninni veggur hérna.
Þetta tvö umferð af steinum og svo hrun og svo stoðarholur. Og þessi veggur liggur ofan á torfhruni úr skálanum. Við vitum í rauninni ósköp lítið þetta mannvirki, eða í rauninni bara hvað þetta yfir höfuðið, en þetta ekki til í ritúnheimildum, en tímabilið sem kemur til greina 11. til 18. öld. En líklegast þetta líklega þetta sé nær skálanum í aldri heldur en Lækjarkoti. Og hérna sjáum við teikningu af þessum minjum. Hérna þessi veggur og hrun. Svo hérna tvær stoðarholur hérna. Svo stoðarhola hér og hérna. Og svo einhver pyttur hérna. Þetta þessar minjar sem yngri en Lækjarkot. Nei, eldra en Lækjarkot og yngra en skálinn. Mér langar svo ekki að sagt eitthvað meira þetta en því miður. En þá ætlum við að tala aðeins skálann. Skálinn var reistur líklegast á 10. öld og kann að hafa verið í notkun fram á fyrri hluta 11. aldar. Hann var talsvert raskaður vegna nútíma framkvæmda og þess vegna veitum við til að mynda ekki hversu langt mannvirkið var og það var mjög mikið raskað var eystri hlið hans og suður og norður hlið einnig. Það voru 3 byggingarstig á þessum skála og varðveitt lengd hans var 17,5 metrar til 23 metrar og breiddin frá 4 metrum upp í 5 metrum. Austan við skála var stétt, jafnvel viðbygging, en svæðið á milli stéttarinnar og því sem henni tengist var raskað og í rauninni allt í kringum þessa stétt. Einnig voru mannvirki sem við teljum vera samtíða skálanum sunnan við bankabygginguna. Þær minjar eru líka mjög raskaðar, en við erum með svona lítil púsl af einhvers konar athafnasvæði eða vinnusvæði sem tengt þessum skála. Aldursgreininguna sem ég myndist áðan byggjum við við erum búin að fá 2 aldursgreiningar á byggi, C14-greining á byggi sem fannst annarra fannst í Góllagi og hitt í eldstæðinu og aldursgreiningin eða kúrfan bara nánast nákvæmlega eins á þessum 2 greiningum en svo stefnum við á að senda fleiri sýni í aldursgreiningum. Hérna sjáum við í rauninni hversu umfangsmikið raskið var. Þetta svarta hérna, þetta allt í rauninni það sem var raskað. Hérna Lækjargata 10 grunnurinn. Hérna var lögg, ræsi og hérna var ræsi. Svo í rauninni þegar þið voru í þessum ræsiframkvæmdum þá grófuðu þeir bara þetta hérna allt bara í burtu. Svo var annar ræsi hérna í hóðinu. Hérna var olíutunna fyrir skólabrú 2 og svo hérna grunnur skólabrú 2 hérna. En hann var reyndar mjög lítill. Þannig að þetta í rauninni það sem var varðveitt af skálanum. En við ætlum að byrja á endalokunum og svo ætla ég að færa mig svo niður í eldri byggingarstig. Endalok skálans kannski frekar sorgleg, en hann í rauninni endaði því að brenna til kaldra kola. Yfir stóran hluta tóftarinnar voru þykk brunalög eða brennt torfhraun og þetta brennta torfhraun var með landnámslaginu og KR-laginu eða Katla 920 en 920 gjóskan fannst hvergi í veggjum, uppstandandi veggjum. Það fannst rauninni bara eingöngu í þessu brennta torfi. Þannig að eftir var þetta einhver viðgerð á vegg sem hrundi
eitthvað slíkt. Hérna sjáum við brennda viðarstoð og svo víða skálan, sérstaklega svona við miðjan skála fundust brenndar viðarleifar sem teljum vera leifar af bekkjum sem voru svona bara á víða dreif hérna í skálanum. Hérna sjáum við þessi málvistarlaug, þessi brenndu-laug, þessi afsynguleg. Þetta sérst hluti sem brann, þau voru þykkust hérna megin, svo þyngdust þau svona út til vesturs. Þessi hluti hérna sýndi enginn, hérna var í rauninni virtist eftir að brunnið. Það voru skýr hérna á milli. Þá er það hérna yngsti byggingarfasinn. Þá sérst varðveitt lengd skálans 17 metrar og þá erum við með hérna, þá sérst suðurgafl mannvirkisins varðveittur. Breiddin er frá 4 metrum syðst í mannvirkinu og breiddin 5 metrar hana nyrst. Bara setja hérna. Já, syðri gaflinn, og það var alveg greinilegt að honum var bætt við með síðan upp við syðri gaflinn að utanverðu voru hellur, svona stærðar en hellur lagður upp á rönd, ekki ósvipað og í suðurgötunni. Þar var bygging með svona hellum umhverfis. Syðsti endi skálastefna teljum við að hafi verið úti við. Sýningur þetta eins og kortunum hérna eftir og það virðast hafi verið líklegast 3 rými. Syðsta rými teljum við að hafi verið vefstaður, það var talsvert af kljásteinum og svo var miðrými það sem hérna hellulegt gólf í miðjum skála og svo bekkir sitt hvorum megin og við byggjum það á þessum brenndu viðarleifum sem voru þarna við og dreif. Svo var eldstöðið þarna nyrst. Mögulega í sér rými, það voru frekar skýr þarna í gólflögunum, en það ekkert víst að það hafi endilega verið stúkað af. Og hérna sjáum við Jónas að mæla og svo þetta sérst suðurgaflinn. Hérna þessar hellur og þarna voru við rauninni það var svolítið púsluspil hans í uppgröftur. Hérna voru við rauninni bara búin að opna þessast hluta svæðisins. Og svo rými hérna megin, þar sem var þessi þetta útisvæði telja. Og hérna sem það það. Það erum við með þessa hleðslu hérna. Mögulega hafi verið einhver veggur hérna. Það svona torfslítur hérna en engin svona greinilegu torfveggur og svo þessi stjætt. Það eru engir veggir tengd á þessum fasa hérna eða hinum megin sem langveggir. Þannig að ég held að þetta hafi á þessum tímabili verið bara út í svæði. Og hérna sjáum við teikningunum. Já, hérna svona þetta líklegast hérna útisvæði. Hérna sem sagt suðurgaflinn alveg lokaður af. Og svo þessi hellulegt gólf hérna megin. Og svo eldstöð hérna nyrst. Hérna held ég að hafi verið stúkað af. Þetta hafi alveg verið sér rými. Hérna megin svo stjætt og svo svona þetta eldbox eða tók, við kallum þetta bara tók sem fullt af eldsbrúnu grjóti og svo stjætt sem lá það upp á skálanum en svæði hérna á milli var raskað, þannig að mögulega var þetta tengt hérna. Í næsta fasa þá virðist hafa verið mögulega útihús í suðurenda eftir við lítið fjós. Það var það innangengt úr skála yfir í þetta rými. Enn talsvert af kljásteinum
þarna í síðasta rýminu eins og áðan, sem við teljum að séu aðstæður. Og þá var hérna allavega með 3 eða 4 rými innan skálans og kann að hafa verið þriljað á milli. En niðri hluti skálans nánast í rauninni eins í þessu byggingastíði. Það aðalega suðurhlutin sem breytist. Já, og það semst og inngangur hérna á vesturhlið. Þannig að hérna semst hellulög. Þetta það sem við erum að velta fyrir hvort það getur verið básar, svo flór hérna. Yfir þessari stétt voru svona þykk, heyrík lög og svo var þessi stétt hérna og svo svona blandað torf hérna milli. Hérna var svo innankengt hérna milli og svo erum við lítið brot af torfvegg hér og svo torfveggur hér. Þannig að þá hefur þetta, á þessu stigi hefur þetta verið lokað og hefur þess að tengt skálanum. Hérna kominn inngangur inn í skálan en okkur finnst svona líklegra að þetta hafi verið svona bakdyr, frekar heldur megin inngangurinn í húsið. Í inngangnum fannst talsvert af vikri, svörtum vikri frá stærðarinnar klumpum, allir hérna á einum stað, sem var greinilega með sléttu uppbóli. Svo við færum okkur hérna norðan, hérna sjáum við brunalögin, þessi apsingulu. Og hérna þessi hellilagt gólfið saman og svo hérna hafa verið bekkinu hérna líkt og í fyrri rasa. Það eru hellur hérna sem kann að hafa verið tengt, það eru hérna sem kann að hafa verið tengt stéttin sem liggur hérna að toginu. Og hérna önnur mynd. Hérna brot af þessum kljásteinum sem við fundum hérna í syðra rýminu, sem hérna. Og svo fundust talsvert af allnokkrir snældisnúðar, en bæði hérna og svo aðalega hérna í þessum rýmum hér, eða í þessu rými, og svo fleiri gripir, en ég sé einhver ósvölda gripir eftir. Hérna betri mynd af þessu syðsta rými. Hérna þetta sem við talum kann að hafa verið básar og svo flórinn hérna. Svo við í rauninni vitum ekkert hver tilgangur í rauninni var með þessu hérna. Já, og hérna svo teikning af þessum fasa. Já. Já, austanmegin við bygginguna, austanmegin við skálan, var hlaðin stétt sem lá frá skálabyggingunni til austurs, ásamt stétt sem lá norður og suður. Við vitum ekki hvert þessi stétt hefur legið, en vegna þess hvað þetta var illa farið, eða hvað þetta var raskað. En þetta voru ansi meglegar hellur þarna á köflum og stærsta hellan, það enda að við þurftum gröfu til þess að ná henni upp. Þetta var eitthvað sem borið var á staðinn, þannig að það var alveg mannastalag þarna undir. Já, og svo vorum við með þetta trog, eða box, og það var alveg fyllt með þessum svona hnefastórir steinar sem allir báru þess merkjum hafa verið í eldi. Og svo voru nú hérna írskur fornleifafræðingur að vinna með okkur. Hann hafði séð alveg svona trog alveg í 1000-tali saman og þetta var sem sagt til þess að sjóða vatn og svo hérna, já, til þess að sjóða mögulega mat eða eitthvað alveg samkvæmt honum. En svo eru svona ýmsar aðrar kenningar.
Það mögulegt að þetta hafi verið, að það hafi verið viðbygging þarna. Það var allt í kringum þessa stétt voru torflög. Þannig að það svona möguleiki að þetta hafi verið viðbygging. En þetta einnig, það alveg möguleiki að þetta hafi bara verið útreið. Og ef þessi stétt samtíða þessum tveimur fjósum C1 og C2, líklegast var hún ekki komin í elsta fasa byggingarinnar. Og hérna sjáum við mynd af stéttinni. Hérna stéttin sem leikur alveg suður og hérna þessi risastóra hella. Og svo hellulögnin hérna að skálanum og svo tróið hérna og svo kemur bara húsgrunnurinn hérna. Hérna undir var svo, var í rauninni bara drén, það var búið að grafa skurð hérna og fylla af steinum og svo var hellulögnin lögð þar yfir. En hérna hellulögnin bara lögð beint á sjávarkambinn. Eins og segið, þetta svæði hérna var alveg illa farið en manni finnst svona, það borið þessar hellu hérna og manni finnst svona ekkert ólíklegt að það hafi verið hérna einangengt úr skálanum og svo hingað. Og hérna tróið okkar. Við prófum að fylla það með vatni, bara til þess að kanna hvort það héldi vatni með höfuðið. Og það hélt nú alveg vatni í smá tíma. En svo fór að leika á því. En það lag svona orðið bara á einum stað. Það var svona tilraunafullt afbrigðin okkar. Eldstæðið var þarna nyrst í húsinu og það var ansi erfitt. Það var 5,2 metrar á lengd og þetta var 50 til 70 centimetrar á breidd. Hérna var það mjög illa farið, hellurnar eldsprungnar og nánast bara í molum. En svo sáum við hérna kött sem hafa verið eftir hellurnar sem liggja hérna á rönd. Það eru steinar hérna sem styrk á rönd og svo hérna og líklegast hafa verið hérna líka. En svo sporið á eldstæði hérna, þannig að við teljum að það hafi verið lengra. Þetta er óvenju langt eldstæði. Eldstæðið í aðalstæðið var yfir 4 metra og við veit ekki af hverju ósköpunum þau voru að hafa þetta svona stórt. Þannig að þeim alveg koma með ykkur upplýsingur. Já, það svona meginnotkanarsvæðið virðist hafa verið hérna. Þannig var þetta svona hvað verst farið. Í eldstæðinu og svo í þessum lögum hérna allt í kring var talsvert af kúluðu byggi og í rauninni í flestum gólfum bæði hérna og svo hérna sumar og að finna byggi í flestum gólfum. Þá erum við komin hérna elsta fasanum. Þá á milli bekkja, þar sem var hellulagt gólf, moldagólf og það var mjög mikið af gripum og beinum í þessum lögum þarna í miðjum skála. Talsvert af svínatönnum, nautgripabeinum, kindabeinum og fiskbeinum og svo höfum við einnig rostungsbein. Varðveitti lengd skálans 23 metrar og breiddin frá 4,5 til 5 metrar en hvorki norðurendin í suðurenda byggingarinnar varðveittur. Í suðurenda hússins teljum við hafa verið fjós og þar hafa mögulega komist fyrir 8 nautgripir. Og þar var þessi hellulagði flúr og sem hér. Svo voru í rauninni pinnabólur hérna meðfram veggjanum hérna megin. Kann hafa verið tjóður eða eitthvað líka. Hérna var moldagólf og líklegast bekkir hérna
og svo náttúrulega bara fylgir eldstæði hérna með. Hérna var neðst vorum við með varðveittan vegg, þannig að þess vegna telja stéttin sem var hérna hafi ekki verið komin þegar skálinn í rauninni byggðist fyrst. Þetta hérna í rauninni eina síðustu myndunum sem við tökum. Svona lítur þetta sirka út í dag undir sandi. Þetta ennþá hérna á sínum stað og veggirnir hérna eru enn varðveittir og eldstæðið og svo hérna tróið. Hérna voru frekar stórar stofur og þannig voru lítið í rauninni eftir af þessum veggjum. Þannig að hérna virðist það verið síðarrými og svo hérna og hérna. Já, hérna er mjög gróf teikning. Við erum ennþá bara að vinna í þessu, óvinnslan ekki alveg lokið ennþá. En hérna þessi flórin hérna voru mjög svona þykk taðlög, mjög vel varðveitt með heyi. Við sjáum hérna stóðahólur og stóðasteinar. Og svona teljum við að upphaf endaloka og endalokan hafa í rauninni verið. En sunnanmegin við skálann rannsökuðum við líka frekar stórt svæði, talsvert stærra en svæðið norðanmegin. Þarna voru ýmsar byggingar frá 19. og 20. öldinni, en ég ætla aðallega að fjalla þetta svæði. Hérna fundum við minjar sem við teljum vera tengdar skálanum og svo hérna líka. Eins og segja, við erum bara með hérna svona, lítið brot í púsluspilinu. Þetta í rauninni það sem var varðveitt af þessu og hérna. Þetta var allt raskað og svo alltaf raskað hérna megin vegna bankabyggingarinnar. Og svo hérna megin. Hérna var tryggvabygging eða mannvirki með landnámstorfi. Og hérna er mannvirki, eða brot af mannvirki 2, mannvirki 3 og svo mannvirki 1. Þetta eigum eftir að púsla aðeins betur saman, þannig að þetta verður svona mjög gróft hvað við teljum vera í gangi þarna. Mannvirki 1, hérna erum við brot af torfveggjum, hérna og hérna. Og svo einhvers konar svörtar pittur hérna og hérna. Þetta er mismunandi fasar af sömu byggingu og svo gólflög hérna. Og hvað svona ólíklegt þetta hafi verið yfirbyggt, mögulega svona einhvers konar skjólveggur sem hefur verið hérna í kringum þetta. Þetta hóla, mögulega einhvers konar ofn. Allt í kringum þetta hafa fundist bara nokkuð mikið af byggfræði. Þannig að við höfum svona verið veltað í fyrir hvort þetta sé til þess að þurrka bygg eða eitthvað álíka. Og hvort að í rauninni þessar byggingar séu í rauninni tengd vinnslu á byggi. Hérna sjáum við mynd af þessu. Þetta bara það var mjög hrein róska í þessu. Og svo eldfumni steinar. Og hérna séu þau voru búin að grafa þetta aðeins niður. Hérna eru þetta grjóð sem hefur hérna lagt í. En eins og þetta bara lítið brot af mannvirkinu og við erum bara ekki alveg komið með að hreint hvað var í gangi þarna. En þetta mannvirki þarna, það gengur að fyrir undir Lækjargötuna, þannig að það varðveitt undir gangstétt ennþá. Þannig að mögulega fáum við tækifæri til þess að kanna þetta betur. Hérna sjáum við hluta af mannvirki 2. Það er hér og hérna. Það voru
2 svona pittir og var svona alls konar fylling í þessu. Upphaflega héldum við þetta væri tengt járnvinnslu, en þegar við fórum svo að skoða sýnin úr þessu, þá reyndist vera, til dæmis í þessum pittum reyndist vera lag af reyndar sindri og gjalli. Svo var annað lag þar undir sem var bara nánast eingöngu bygg og svo næsta lag bygg og kolaðar þar í. Þannig að þetta hefur verið svona margnóta fyrirbæri. En í gólflögunum þannig allt í kring var nánast eingöngu bygg að finna. Það var nánast ekkert gjall í gólfi. Þannig að enn og aftur þá erum við að velta ykkur hvort það sé tengist og frekar einhvers svona, vinnslu á byggi eða eitthvað alveg. Hérna sjáum við þennan pittinn. Hérna sjáum við þessi lög í honum. Hérna sindur og svona mjög lítið gjall. Svo hérna lag sem var svona leirríkt lag með byggi og fangi. Þannig að það hefur svona alls konar að gerast þarna. Hérna sjáum við hluta af byggingunni. Hérna stétt sem hefur mögulega legið, mögulega inngangur inn í þessa byggingu. Svo 2 stoðasteinar hér. Svo erum við með smá brot af torfvegg hér og hér. Og svo stoðasteina. Svo hérna í endanum var annar svona ofn. Og hérna var timburgólf. Þannig að það voru varðveittar timburfjalir úr þessari byggingu. Svo þetta mannvirki 3. Þetta einmitt líka bara mjög brotakennt, þannig að það þessi stétt og svo svona sótar kólalög og talsvert að slípa steinum, eldskrúnum steinum. Við höfum ekki, það svo torf allt, landnámstorf allt hérna í kring sem við höfum í rauninni ekkert náð að púsla neitt frekar saman. En þetta gefur til kynna að þarna sunnan við skálann, það voru allan einhvers konar vinnusvæði eða athafnasvæði sem íbúar skálans notuðu. Það komu mjög margir skemmtilegir gripir úr skálanum. Það fundust mjög fáir gripir þetta sunnanmegin. Það fannst silfurhringur sem líklegast enskur frá 10. öld. Silfurhringur hérna og rosmústan og hérna brot af kambi. Snældusnúðar úr alls konar efnum, klébergi og íslensku bergi líka. Perlur, með 25 perlur, ekki fleiri. Beinprjónn og svo met. Þetta bara svona lítið brot af því sem við höfum fundið. En við höfum aðeins að reyna að setja þetta svona aðeins í víðara samhengi. Skálinn í Lækjargötu staðsettur í þessum austanmegin gosinni. En hérna vestanmegin erum við með fleiri byggingar. Hérna skálinn í Aðalstræti, landnámssýningin er. Og þar fyrir sunnan var annar skáli og svo mögulega eitt hérna líka. Og svo erum við einnig með minjar hérna í Suðurgötu og hérna. Og svo náttúrulega Alþingisstrætin hérna sem athafnasvæði eða vinnusvæði. Þannig að þarna svona komin vísir af samfélagi. Og við vitum það allavega að skálinn hérna í Lækjargötu og í Aðalstræti voru í notkun á sama tíma. Þannig að það mikið að sjá betur hvað tengja þessu betur við hinar byggingarnar og frá hvaða tíma þau eru. Ég ætla ekki að tala rosalega mikið þetta til viðbótar. Bara sýna ykkur þessa mynd. En það sem í rauninni liggur, það er svona næstu skref hjá okkur, að það er að reyna að skoða það hvernig við getum svo miðlað í rauninni þessari rannsókn áfram. Og við hefum unnið að því í samstarfi við Íslandshótel og Minjastofnun og Borgarsögusafn að
hafa í rauninni að þessar minjar verði sýnilegar fyrir almenning og fótspor skálans verður í rauninni sýnilegt, bæði innan og utan hótelbyggingarinnar. Eldstæðið og tróið og flórinn, svo var mögulega stéttarnar settar aftur niður á sinn stað. Þannig að fólk getur svona átta sig á því hvar þessi bygging var og hvernig kannski umhús var í henni. Það er einnig stefnt að við hafa jafnvel sýningu innan hótelsins og svo hefur fornleifarnar, eða varðveisla fornleifanna í deiliskipulagi ritsins. Við stefnum einnig á frekari rannsóknir. Þannig að í næsta mánuði þá ætlum við í samstarfi við Reykjavíkurborg og Borgarstjórn að grafa skurði í Skólabrú til þess að kanna hvort að þar sé mögulega nyrðri hluti skálans eða þá aðrar byggingar mögulega tengdar eða samtíða skálanum. Þannig að við vorum aðeins að leika okkur að við að gera komum hugmynd hversu stór þessi bygging getur mögulega hafa verið. Þannig að ef við gefum okkur það að eldstæðið sé í miðjunni, þá er þetta mögulega stærðir á skálanum. En svo náttúrulega getur þetta bara, kannski var skálinn ekkert svona stór, kannski var hann bara hér. Og eldstæðið tiltölulega norðarlega í skálanum. En þetta ætlum við vonandi að kanna í næsta mánuði.